Já, verið velkomin til leiks á K.A. TV. Það er K.A. Völsungur í annar umferð kjarnaraðismótsins. Það er Pétur Eggertsson sem heilsar ykkur og með mér er Andri Freyr Birgisson. Já, blessaður Pétur, gaman að vera með þér. Takk fyrir það. Smá tæknilegur örðuleikar hérna. Komum við seint inn, það er mínúta liðin á leiknum. Mikill hraði hérna í byrjun en hérna ekkert markvert búið að gerast. Það er hérna smá breyting á K.A. liðinu frá því í síðasta leik á móti Magna. Sæþór Olgeirs spilar upp á topp, kemur inn í liðið fyrir Ásgeir Sigurgeirs og Bjarni Aðarsteins kemur inn á fyrir Ólaf Aron inn á miðju. Og hérna er Sæþór í skotfæri en Hann er bregst út úr þessu markmaðurinn en Sæþór hefði átt að gera betur þarna. Já. Haldur Árni í marki Völsungs með misheppnaða hreinsun sem beint á Sæþór. Sæþór hefði átt að skora þessu. Já, ég sammála því. En við fáum horn. Grímsey sem myndi býð sig taka hornið. Hatti slæsar hann á Elvar Árna sem setur hann framhjá. Kom ekki mikið merkilegt upp á þessu. Haldur Árni með markspyrnu. Danni verður hann betur í skallæfin og Steinþór sem boltan á Sæþór en hann missir boltan. Bjarki Baldvins hérna með hann miðri. En Síungi Ræko aftur í markinu í dag. Já, Aron Dagur er nýkominn til Íslands frá útlöndum en hann greinlega fær smá pásu, smá tíma til að venjast loftslaginu á Íslandi. Líka hann er í erfiðri ferð. Já, erfið verslunarferð. Þannig að Ræko heldur sæti sínu og Aron Dagur er á bekknum. Spurning hvort hann fái seinna leikinn. Kæmi nú ekkert á óvart ef hann fengi einhverja mínútur, já. En Völsungarnir hérna halda boltanum vel. K.A.-menn liggja tilbaka. Daniel Kjæstan í boltan, Bjarni, fína sendingu á Sæþór í kapplaupi. Hefur betur en hann er komið boltanum fyrir sig. Guðmundur Óli með langan bolta, skiptir hann yfir á Elvar Baldursson. Já, boltinn inn á. Guðmann aftur á Ræko spyrnur hann í burtu. Steinþór tekur niður brot hjá honum. Ekki fallegt brot en ógurleg verk hjá Bergi Jónmundar að ég held. Hatti hérna Hjörvar sem er fyrstu bakgrunum aftur í dag flotta leik á móti Magna. Fyrstu umferð mótsins. Við þurfum ekkert mikið að tala um þann leik að sá leikur er búinn. Þú náttúrulega mistir á honum eins og fræktur orðið. Já. Hérna er hvað? Rangstaða. Já, það er Rangstaða. Agalega seint flagg. Já. En flagg var það. Þeir eru að spila boltan til Ræko. Ræko og Guðmann upp á
Bjarna. Gaman að sjá Bjarna í liðinu í dag eftir góða frammistöðu KA2. Síðasta leik. Haldið finnur Daniel með ágæti skiptingu en aðeins og áfyrir annar. Völsungar gera henni vel á vinstri kantinum og dómar aðeins fljótur að flauta hana. Elva komin í góða stöðu en þetta er með hendi held ég. Já, það er Bjarni Hrannar Héðinsson sem dæmir hann leik í dag. Honum til aðstoðar eru Sveinn Þórður Þórðarsson og aðstoðar 2 Valdimar Pálsson. Já, það er gaman að sjá. Já, hann hefur búinn að leggja flautuna á hilluna en það tekið flaggið í staðinn kannski. Góð pressaðning hjá Grímsa. Halldór Mar sem kastar inn og Alli sending fyrir, það er einna. Þetta er rosalegt færi. Það er svakalegt færi. Var þetta ekki Elva sem mætti þann 4 og sótti henni stöngina? Elva Baldvin sem tók hana við fyrirgjöfinni frá Rúnari Þór og skellt hann inn að vera stöngina. Já. Káman heppnir hana. Skulum kíkja á þetta aftur hérna. Já, fyrirgjöfin hana. Þetta er Það munar ekki miklu. Ljóns heppni, með eitthvað segja. En Káman er augspunna hérna á réttur fram miðju. Og aftur Friðriksson virðist hafa snúið eitthvað aðeins á baklann. Jóhannes Skollurhús, þjálfari Völsungs. Sýnir hann svona hálfu og labba svo bara út af aftur. Sýnist Alli vera bara frá. Já, það lítur ekki út fyrir að hann sé að fara að koma Nei. inn og aftur. Slæmt fyrir Völsunguna sem eru ekki með marga eldri leikmenn í liðinu. Alli er einn af þeim. En hann ætlar nú inn og aftur, sýnist mér. Leikurinn er komin í ganginn aftur. Þannig gerir vel. En boltinn út af innkast. Hann kominn aftur Bjarni á miðjunni. Bjarki sækir hægt á honum. Finna Guðmann undir pressu. Það virðist hafa önnur meiðsli þarna átt sér stað. Samstöðu milli Elvars og Guðmanns, en Elvar staðinn upp og harkaði af sér. Halldór á nafna sinn Halldór Mar. Dóri spilar hann tilbaka. Guðmundur komið með boltan hérna. Skiptir á milli yfir Elvar og Hrannar. Elvar Baldvins fellur við. Hrannar gerir vel, heldur boltanum. Danni er einn á miðjunni, fær hann ekki. Jú, fær hann núna frá Halla. Fín pressa hjá Völsungnum. Grímsi með sendinguna inn fyrir en Halldór Mar gerir vel. Boltinn fram á Guðmann. Halli og Elvar Árni. Elvar Árni gerir vel, setur boltann út á Hjörvar á vinstri. Leikur aftur og við Elvar Árni farin aftur og sending fyrir. Þar er Grímsi með skot rétt yfir. Já, þetta var góð sókn hjá Kámanum. Sjáum þetta aftur. Boltinn fer aðeins bakið eða aðeins lengra heldur en fyrir Grímsa og hann þarf aðeins að teygja sig og það er þarna. En skipting í Völsungum. Ekki nógu góðu skoti. Það er skipting hjá Völsungum. Það er Alli sem fer út af og inn á kemur Ólafur Þengilsson.
Pannan og 1 eða 2 bræður hérna á í kálinum. Jú. Ólafur er bróðir. Þeir eru 4 bræður inn á það ekki? Jú. Það eru 4 bræður að spila núna inn á það rétt. En Óli er alltaf bróðir Guðmunds Óla í Völsungs og Hrannars og Grímsa í kálinum. Hérna eru bræður að berjast. Grímsi missir boltan. Grímsi hefði viljað fá aukaspyrnu þarna en bara ekki. Gummi setur hennar bolta upp í loft þannig að það er innkast sem hann fá. Bjarki með þennan fín pessa á Káa. Steinþór kom með Steinþór. Lendir smá tæklingu Bjarni dómara en hefur betur. Mjög gott að fá Hadda hérna inn í liðið, Káa-liðið. Hann stýrir þessu vel og yfirvegaður í spilinu. Já. Lítur rosalega vel út í þeim hluta að minnsta ekki mikið reynt á hann. Varnarlega séð, nei. En Efast þess að ekki það að hann sé mjög solid þar. Grímsi tekur hérna og fellur við. Sýndist nú ekki vera mikið í þessu en Völsungur liggur. Brotthöfð Bjarka hérna miðverði og maður farið að huga af Halldór Marsson liggur eftir tæklingu við, eða samstöðu við Grímsa. Já. Grímsi reisir hann á fætur og verið starkast af sér. Einhver æsingur hérna í Gumma og Bjarni segir á Rósi. Ekki að tjala út í hverju það var en aftur boltinn á þær sem Hrannar setur út af. Hornspyrna frá vinstri. Bjarki Baldvins skoppar á vettvang. Frá vinstri til hægri. Völlarnir taka sér tíma í þetta. Vita tíminu með þeim í liði eins og það núna. Þeir pakka öllu inn á gamla kallinn í markinu. Boltinn kemur þangað, Rækó gerir vel, kýlir þetta. Bara í annað horn. Í horn. Frá hægri til vinstri. Það er Ólafur Jóhann sem tekur þetta. Og aftur er taktíkin að setja allinn í markteig og boltinn kemur aðeins á lár. Danni kemur sem burtu og Grímsi er góð með hann. Grímsi verður að finna Steinþór sem hann gerir. Þessi sending var helst til beint á, aðeins og beint á Steinþór. Steinþórinn skot rétt yfir. Þetta var ekki galin hugmynd sem Steinþóri. Sjáum það hérna aftur. Steinþór tekur á mót honum, sér að Halldór Árni er langt út í markinu og reynir með vinstri og boltinn bara fer rétt yfir markið. Halldór Árni spinnar markinu upp. Bjarnar greinilega stjakka hann í bakið en ekki dæmt. Káa með boltan, Rækó og Hadda. Bjarni kemur hann út af Hjörvar.
Hjörvar tilbaka á Bjarna. Danni finnur Steinþór á milli. Farin aftur. Já, spila vel hérna og Danni finnur Grímsa með svæðina. Finnur Elvan sem finnur Hjörvar upp í horn. Þetta var mista aðeins aðeins en Já, þetta er bara ólöng sending. ólöng sending. Hjörvarnir fá innkast. Guðmundur Óli kemur með hann fram. Bjarni gerir vel á Guðmann. Guðmann finnur Steinþór. Steinþór og Sæþór. Flott skipting hérna. Grímsi. Nei, Hjörvar komið með hann upp að endamarkum. Að fyrir. Það er Völsuga sem komur burtu. Guðmundur Óli með missettasendingu. Horfir á Bjarnar hann að dómara og segir örugglega hve vel valinn orðið hann. En Bjarni dæmir ekki neitt á þetta. Þetta er hann fyrir Ella sem komið niður. Þessi rattar Hjörvar. Elli kemur utan á og fær boltan. Grímsi boltan tekið, finnur Ella. Elli þröngt færi, reynir skotið samt og það er horn. Það er Grímsi sem að tekur hornið hérna, vinstra megin. Boltinn á fjær, en Elli nær ekki stýra þessum markið. Gummi hérna ræður ekki við 2. Bjarni fyllir færðan boltan og bolti fer á Steinþór. Það er ótrúlega hátt og það er fyrir hornið. Já, horn númer 3 hjá KA. Það er Steinþór sem á að taka þessa. Góður bolti hérna. Haddi með fær horn. Hann fær hornspyrnu, ég veit ekki með þetta en við tökum hana. Já, mótmælum þess ekki. Það er Daniel sem tekur hornspyrnu núna. Það er eins og sé ekki einhver ákveðin sem á að taka hornið. Það er bara Fyrstu kemur fyrstu færi? Já. Sem er ekki líkt okkar manni Dúfa. Nei. Það er eitthvað, menn að flýta sér. Elli hérna. Elvar skora. Elli tekur vel á móti honum og sjálfsögðu setur hann niður í hornið. Elvar orðan leiðist ekki að skora. Nei, hvað er þetta mark númer 5 í kjarnæðismótinu? Í kjarnæðismótinu, já. Já. Við skulum sjá þetta aftur. Boltinn kemur hérna, Haddi Guðmann, það er brotið á Guðmanni en play on, réttilega. Elvar gerir mjög vel í að klára þetta.
1-0 gáfa, 21 mínúta á klukkunni. Og við erum komin aftur um boltann. Hrannar á boltann niður. Guðmann með hann inn í afturstu innu. Hatti spilar aftur á Rækó. Rækó kemur með innan hitt með hann á Hjörvar í vinstri bakkanum. Hjörvar með tæpa sendingu tilbaka sem Hatti gerir vel. Freyþór skapar til burtu, Guðmundur. Það Guðmundur upp hérna, Bjarni brýtur á honum. Þeir eru snöggir að taka þetta Elvarinn á fjær og Það bara svoleiðis, 1-1. já, hvort það var einhver misskilningur þarna á milli? Ég bara veit ekki hvað misskilningur að menn hafi verið sofandi, ekki haft von á mjög svo hraðir teka augsmyndu. Skulum skoða þetta. Hérna er augsmyndan, dæmdur Guðmundur Óli sér Elvar hlaupinu, frábær bolti og Elvar klárar þetta mjög vel. Hrannar og Rækó spjalla það saman eftir þetta. Og það er einhver misskilningur þarna þeirra á milli. En ég skal ekki tekið afsökunum að þetta var frábær bolti hjá Guðmundi Óla á Elvar sem kláraði vel. Vel gert hjá honum að fljótur hugsa að taka augsmyndan hratt. Danni hérna snýr við. Ná að leysita Bjarni á miðjunni, en fá svo aukaspyrna. Já. Hérna kemur Rúnar. Og svo setur hann út á Ólaf. Ólaf tilbaka bara á Freyþór. Freyþór yfir á Sigvalda. Fjöðin fyrir undir Ágúst. Ágúst á Elvar. Elvar tekur flottan snúning. Kemur fyrirgjöf en Guðmann er þar. Tekur á mótunum, boltinn kominn upp á Steinþór. Steinþór finnur Sæþór. Danni ætlar að koma með langan inn yfir á Hjörvar. Hjörvar gerir vel, kemur sér fyrir framan Halldór. Spila boltinn tilbaka Bjarna. Förum í Þólaus með sleikinn að halda boltanum. Danni hérna er að skella hann eitthvað að læsa Bjarki kemur tilbaka Halldór. Sem að missir hann reyndar. Það var tæpur hann. Setja hann svo ut, hann hóta bara út á kant til Elvars. Elvar orðin með boltanum Bjarni með hann fyrir. Og Sissi lætur hann fara að einhverjum ástæðum. Já. Halldór var ekki ánægð með það í markinu, hann hefur ekki kallað greinilega. Nei, hann hefur kannski haldið að þeir ættu boltan. Það er þá horn númer 5 hjá Kámanum og það er Grímsi sem kemur að tvang. Grímsson góða bolta beint á Guðmann sem að Elvar byrjum hendi hérna. Sýndist nú ekki vera en Nei, en hávar eru boltaninn. já, einhver sigur. Völsugur. Það er ekki spilað á þessu. Hrannar og Grímsi eru hérna alveg snældu vitlisir yfir þessu. Aðtökum þú sjáum þetta, Andri. Þannig kemur votspinnan. Guðmann skallar og Er hann ekki bara
fer í hendina á honum en ég held að hann sé ekki að setja hendina í boltan. Nei, hann með hann beint fyrir fram að Getur sig lítið þessu gert. Og hárrétt hjá Bjarna. Nú sé ég hann spila hérna stuttum að spilunni. Halldór Már missar hann beint á Hjörvar Haugeis sem kemur hann á Steinþór. Nei, smá misskilningur milli Grímsa og Steinþórs þarna. En klaufalega broti á Völsungunum sem voru búin að vinna boltan. Algjör óþarf að rífa það næstan hérna. Spurning hvort að káa þetta sitt upp. Nei, þeir taka hérna snöggt. En Halldór Már var á tánum. Bjarni gerir vel, Finnur Hæþór, Sæþór og Elvar. Elvar ennþá með hann, Elvar klaufst í gegn. Reyna að finna Steinþór, finnur hann ekki. Smá darradans hérna í teglum. En Völsungarnir á leysur, Elvar Baldvins kom með hann upp vinstri kantinn. Lítur yfir, finnur þar Ólaf í hlaupinu, frábær bolti. Ólaf er 1-1 á móti Hjörvari. 2 á móti 4 inn í teig reyndar Völsungarnir, en Ólafur er komin hérna í skotfæri. Nei, reynir að senda hann á Elvar en finnur það bróður sinn. Hanna Björn. Völsungarnir er konur aftur með hann hérna. Það er komið nógan tíma hérna og kemur handbolti inn fyrir. Já, Haldi gerir vel. Bolti kemur upp á Elvar. Skellir tilbaka á Bjarna á Hjörvar. Völsungarnir að gera þetta vel. Völsungarnir er eins og KM með 3 stig. Eftir 1 leik í kjarnarsbandinu. Völsungarnir unnu leiknið Fáskrúðsfirði 2-0. Mörkum í fyrri hálfleik. Hjörvar elti boltan en nær honum ekki. Bjarni hefur hérna betur í léttum dans. Guðmann með frábæra sendingu en nei, Sæþór er rangstæður. Ég held að þetta hafi verið tæft. Já. Fannst þetta svona ekki við fyrst sín að það væri fyrir hérna? Nei, hann má ekki sjá þetta hérna. Leikurinn kominn aftur í gang, Guðmundur alveg boltan. Freyþór reynir að Halldór en setja hann bara hérna upp stúku. Já, Gámar með hann í eftir línu upp, Guðmann finnur Grímsi með nettan hæl á Sæþór. Boltinn tilbaka á Halldórs í markinu. Káma strax konur aftur með boltan hérna. En Steinþór ætlaði að fara aftur fyrir sig, en Völsungur þar. Handi á Guðmann. Guðmann tilbaka á Rækó. Guðmann finnur Bjarni á miðjunni, Bjarni með tíma. Stinn út á Hrannar. Grímsi tekur hérna frull á mótunum, fer á stað. Bjarki tekur hann niður. Jájá, hagnaður. Já, vel gert til Bjarni að láta bara leikinn halda áfram. Daniel er kominn með hann, Daniel finnur Hjörvar. Hjörvar í fyrirgjöfstöðu. Góða, það aðeins svona alveg markmærum. Sem að geta að Hjörvar er rétt aftur þótt að hann sé mjög lunginn með vinstrilöpunni. Sko að æfa vinstrilöpinn sérstaklega núna í auðvitað. Já, eðlilega þar sem hann er búinn að spila með vinstri bakvörðin í öllum leikjum hingað til. Já. Æfingaleikjum og kenna þess. Vel gert að taka þetta bara alvöru og líka bara verða örfættur fyrir stöðuna. Já. Eins og staðan er núna þá er K ekki með neinn vinstri bakvörð og það væri frábært ef að Hjörvar myndi geinegla sér stöðuna. Já.
algjörlega. Það fyrir vinstra megin. Góð tækni á Bjarka. Halti með boltan hérna á gatinu miðjunni. Grímsey tilbaka Guðmann. Farin yfir að Hatta. Steinþór fóður djúpt niður til að fá boltan. Lyfti Guðmann boltann minna upp, en Sigvaldi skallar hann þetta beint að Danna sig snöggur að koma út til hægri á Hrannar. Hrannar með fyrirgjöfuna og þetta er beint á kollin á Sæþóri sem að nær einfaldlega ekki að stýra boltanum nógu vel. Nei, flottur bolti hjá Hrannar þarna. Oft kallaður Gary Neville. Þannig að geysist upp hægri kantinn og kemur með sína gull fyrirgjafir. Lagði upp ykkur 3-4 mörk í sísta leika, ekki? Sem við ætlum ekki að tala um meira. Nei. Hvaða leik var það? Það skiptir ekki máli, þessi leikur sem skiptir máli. Hérna Halldór kominn. Halldór gerir vel, leikurinn á 2 KA-leikmenn kominn í skotfæri, lætur vaða. Já, sjá gamla kallinn í markinu. Þvílík markvarsla. Gamli kallinn var 42 ára í síðustu viku. Það sést ekki á honum. Það lítur nú ekki út fyrir að deyja með endur 25. Segir það nú ekki enn. Skulum aftur út að sjá eigumönda hérna. Sjá Vörslu. Það er hægt að seifa hana líka. Já. Bjarki tekur sér næga tíma í að ná í boltan hann, við höfum tíma endursýninguna. Já, sjáum Halldór hérna. Smá grísaklobba á Hjörvar. Leikur svo á Danna sem er ekki með sérstakku vörn. Fínt skot. Sjá kallinn. Já, boltinn á leiðin í slána inn og Serbinn í markinu gerir vel. Íslenski Serbinn Sveikiskallan. Ei, og þarna er hann að biðja brot. Sýndist þetta að vera leikarskapur en svo getur markmann stífa. Aldrei. En við verðum konum að spila hann tilbaka á Halldór í markinu. Halldór Sissa sem er vinstri bakvörður að upplægi, spilaði miðvörðinn í dag. Góð skipting hérna Ólaf og Halldór með boltanum á Rúnar. Rúnar gerir vel, en missar hann þó. Bjarni nær honum. Grímsey. Nei, Grímsey sendi beint hérna á Rúnar. Bjarni gerir vel. Bjarni er búinn að vera flottur í dag. Búinn að vinna það ófá á boltana. Ótrúlega góður í einmitt þessu hlutverki. Nei, Valdimar Pálsson pakkar hann á auksminni. Ég held að þetta var ódýrt. Hatti lætur menn heyra þarna. Við erum hrifnir af þessu. Já, svona átti að vera. Segir mönnum að hætta þessu væli og einbeita sér í sínum leik. Það er 1-1 eftir 35 mínútur ekki það sem var planað. Og Völsungur bara er að spila það vel. Guðmundur Óli tekur sér hérna tíma í aukaspyrnuna. Kemur svo með beina rist á fjær, það sem Elvar er. Elvar setur hann rétt framhjá, þetta var bara færi. Já. Völsungur har alveg fengið sín færi í þessum leik. Þeir hafa fengið það. Okkar menn þurfum sér aðeins að spýta í. Þeir þurfum aðeins að skerpa á bæði varnarleiknum og sóknarleiknum. Þarna, látum hann ganga þess hraðar. Hjörvar tilbaka á Rækó. Fólum við núna bara með boltan í eftirslínu. Hérna lyfti boltanum, ætlar að finna Hjörvar. Halldór undan í boltan.
Sá æstur hann að fá með Ég veit það ekki hvað. olnbogann aftan í nakkan á Rúnari. Sjáum þetta aftur, Bjarni flikkar hann tilbaka. Já, hann keyrir aðeins í bakkjörnum með olnbogann á undan sér en ætlaði sér nú örugglega bara að vinna boltann. Sýndist hann bara með augun á boltanum allt tímann. Bjarni talar aðeins við hann og málið leyst. Rúnar staðan á fætur. Guðmundur sendir inn á Óla bróður sinn en Óla missir hann út af. Hjörvar með innkastið á Hadda. Haddi á gamla manninn. Fannarinn á miða Bjarna. Bjarni. Völsungarnir eru að byrja að gera þetta stórkostlega vel. Já, við erum bara mjög góðir í þessu leik. Þeir eru að pressa vel á okkur og káma í alls konar vandræðum. Já, okkur hefur gengið ekki allt of vel að spila okkur eitthvað framvöldin í þessari pressu. Og enn einu sinni eru búin að tapa boltanum inn á miðjunni. Bergur er góður með hann. Fyrir hérna Ágúst. Daniel gerir það vel og vinnur hann. Guðmann á Bjarna. Bjarni finnur Elvar á Grímsi. Nú er smá plás. En Völsungarnir eru komnir vel tilbaka. Grímsi vissir að hann bræðin að keppast að öskra Bjarna. Hrannar inn í fyrirgjöfin í Elvar og innkast. Ekki hrifnir á þessum æsing sem er í kámanum í dag. Þeir eru að róa sig niður og eins og Haddi sagði hann finna einbeitt sínum leik. Við erum þolinmóðir, það er nóg eftir að þessu. Já. Þeir eru það í baráttu við Halldór sem tilbúinn tengast. Þetta er Nángstaf, Steinþór. Völsungarnir taka sér alveg sinn tíma í allt svona. Já. Það er alveg eðlilegt. Þeir eru, jú, litla liðið í svona leik. Og aftur Guðmundur Óli með snöggvaspyrnu en þessi var ekki alveg góð á hann. Elvar nær honum þó. Hrannar pressir hérna baki á honum. Völsungarnir vilja fá aukaspyrnu en Hrannar vinnur hann bara. Kemur hann upp á Sæþór, góður bolti. Sæþór tekur á móti honum, tekur vel á móti honum. Káminn er lengi upp völlinn. Hrannar kemur flott að Sæþór sem tekur hann niður og Káminn aðeins komnir 3 fram með miðju. Við virðist ekki vera mikið að flýta sér. Nei. Þetta er vel spilað og Elli góður hérna með. Sæþór vissi ekki alveg boltann hana. Nei, týndur hann aðeins, annars hefði vel getið orðið ykkur úr þessu. Já. Öllarnir reyna að koma burtu. Bjarni brýtur á sér og Bjarni nafn hans kallar hann til sinn og spjaldar hann fyrir þetta. Já, þetta er... Ég hef nú frekar spjaldað á dífuna held ég. Eða íkjurnar heldur en... Í þessu broti hérna gæsalappa þá eða? Já. Já, sammála því. En geti verið að Bjarni sér komið nóg af æsingum í kámunum og hann vilja róa niður með að henda einu gulli spjaldið á. Mjög sótur. Það er Guðmundur Óli með kunnulega spyrnu hérna. Bein risti yfir til vinstri. Elvar hérna í baráttu við Sissa.
Bjarni kominn með, Bjarni finnur Grímsa. Grímsi setur hann beint hérna á Hjörvar. Þetta var frábær bolti, frábær. Góð hugmynd en Aðeins og löng. já, En hugmyndin og visionið svo ég með íslenskt aðeins var frábært hjá Grímsa. Sjá fyrir þetta hlaup. John Selvík. Salindi góður maður. Hann fyrir með innkast hérna, nr. 2 á 10 sekúndum. Bolti baka Hatti setur hann á Guðmann. Guðmann ennins undir pressu hérna. Kemur hann burtu. Freyþór skattar hann en ekki lengur hann á Bjarna. Bjarni setur hann yfir Hrannar. Hann er baka á Danna. Hatti finnur Hjörvar hérna út í þessari megin. Jájá, Hjörvar fer bara sjálfur, vel gert. Já, það er brot á honum. Færiksmyndina 43 markamínútan. Eitthvað sem að segja mér að það eftir að koma mark núna. Já, Guðmann og Hatti skokka fram. Grímsi spyrnir. Þessi þarf að koma bara fastur á markteka, þá var þetta inni. Það er bara svoleiðis. Já. Það er góð. Aðeins. Það leit vel út en Já, leitur út en Halldór gerir vel hann að lesa þetta og skalla í burtu. Hatti fær hann að mér, ká með marga frammi, fá það tilbaka, meg ekki missa hann hérna. Hann gerir þetta mjög vel. Snýr hann Ágúst af sér. Kemur með hann á fjær þar sem Elvar Árni og Steinþór er í einhverju baráttu. Elvar Árni með hann. Elvar Árni kemur hann út á Bjarna. Bjarni að skjóta. Bjarni með skot í stöngina. Það var ekki ósvipað svæði sem Bjarni skoraði úr á miðvikudaginn. Nei, mjög svipum stað. Þá ákvað hann að skjóta beint á markið en núna ákvað hann að setja út í horn. Og óöfinn að Það skot gafst hins vegar betur að setja beint á markið. Ekki með langur bolti. Já. Það var skemmtilegt í Halldóri. Halldór Árni ákvað að koma hann strax í leik með að spotna hann frá bara. Þannig að ykkur bara dæmt hendi hérna held ég á Ágúst. Hatti með boltan og setja hann yfir á Guðmann á Rækó undir pressu. Hann finnur ekki fyrir henni. Setja hann út á Guðmann finnur Danna. Danna tilbaka á Hatti og enn einu sinni pressa völsökurnar á varnarmenn KA. Þetta er vel gert hjá þeim. Hatti og Guðmann á Danna. Danni með því að þessi er Stoppin í gegn, dauðafæri var. Já. Og Steinþór klárar þetta. Sjálfsögðu. Að sjálfsögðu. Þetta var skemmtilega gert. Sjáum hérna Danna á boltan. Guðmann Bjarni fer hérna, finnur Steinþór, þetta er frábær bolti. Steinþór yfir, setur hann undir Halldór Árna í markinu. Frábært mark. 2-1 og það á besta tíma. Klukkan er búinn að slá 45 mínútur. Hvort hann ekki slegið bara 45 leið og markið kom. Bæti ekki við einni mínútu vegna skiptingar og smáværa meiðsla. Bergur dansaði næst með hann, finnur Elvar Baldvins. Elvar kominn inn í teig. Allt auðvitað þannig Guðmann hérna. Leggur hann til Bjarka en Grímsi gerir frábærlega við að komast til skotið. Elvar hefði mögulega getað skotið hérna en ákvað að gera það ekki. Danni er kominn hérna, við erum 3-3. Danni er aðeins og lengi með sendinguna en nei, smá misskilningur hérna. Elli var á stöðinni. Ekki koma sér út. En Bjarni flautar til hálfleiks.
2-1 fyrir Káa. Það hefði verið. Já. Já. Ég fann það að var eitthvað að gerast það. Sjáum hérna tölfræðinni hálfleik. Káa með 7 skot, 3 á markið. Völvararnir með 4 skot, 3 á markið. Hornspyrnu 5-3 fyrir Káa og rangstöðuna 4 á móti 0 hjá Völvarunum. Hörkuleikur sem við fá hérna í bóðunum. Ég og Andri tökum okkur smá pásu með leikunum út á bóðunum. Koma að vörmurspori. Sí.
Já, verið velkomin aftur að skjánum. Seinni hálfleikur fer að hefjast hérna og það eru einhverjar breytingar á liðum. Fyrstu sín þá sjáum við að Völsungur er að skipta markmann. Halldór Árni sem fer út og inn kemur Alexander Gunnar Jónsson sem spilaði flesta leiki hjá markinu hjá Völsungi fyrra. Alexander Gómez Jónsson. Við erum líka búin að gera, ég sé nú ekki fleiri breytingar hjá Völsungum. Nei. Við erum búin að gera einhverjar breytingar samt. Gaman að gera breytingar, Rækholm aðfram í markinu en Guðmann fer út. Brynjar Ingi kemur inn fyrir hann. Og Sæþór líka út, ekki? Ásgeir inn og Bjarni út og Ólafur Aron inn. Já. Það er svona þær breytingar sem voru gerðar fyrir leik. Þannig að þetta núna er byrjanarliðið á móti Magna pluss Brynjar Ingi fyrir Guðmann. Já, það passar. Er 0-0 hjá þínum mönnum í hálfleik? Það er 0-0 hjá okkar mönnum í Newcastle í hálfleik. Ég skal koma með fréttir úr þeim leik leið að berast fyrir þá sem Ég held að það sé margir að nóti sem eru að bíða þeim fréttum. Já, sem eru að horfa á þeim leik í stafan en Völsungur byrjandi krafti, komnir í bara færi Rúnar með boltann í teik. Þetta gerir vel. Þetta gerir vel og Hjörvar kemur nú finna langt í burtu vel gert. Elvar með frábær og tekur sjá þetta. En svo ætla að segja aðeins svo mikið hérna en sér sig ekki lesa þetta vel. Gaman að sjá Elvar Árna á undirbúningstímabilinu. Það búið mjög flottur. Það er langt síðan maður síðan svona fitt og flottan. Búinn að vera duglegur í training for Warriors hjá Agli Ármanni. Og það sést og það er að skila sér. Elvar með frábæra bolta hérna á Steinþór. Nei. Sissi er á undan honum að gera vel. Kemur boltanum út. Hann hefði örugglega viljað fá aukaspyrnu á þetta. Já, hann var búinn að vera við það að vissi jafnveg einhverja 10 metra og loksins. Mögulega hann láta sér þetta strax bara á hann fengi aukaspyrnuna en hann ákvað að reyna að halda vætur og Elvar er komin inn í teik. Herðu, hann er bara komin í fínt færi, kemur með fjara og Grímsa. Aðeins og langur. Grímsa tekur þá við á honum. Setur hennu Ásgeir galopinn og setur hann á Elvar Árna Aðarsteinsson að sjálfsögðu. hver annar. Bjarki hérna alveg snældi vitlaus yfir. Hann hafði ekki dæmt hérna áðan á Sissa. Já. Líklega ekki samt orsakið fyrir markinu en Nei, eitthvað er endursýning endast í okkur. já. Já. Við eigum þetta mark inni. Endursýningu. Já. Staðan 3-1. Strax í byrjun seinna leiks. Þetta komið, sjáðu Grímsi, finnur Ásgeir á sér gapandi einn þarna. Hann á náttúrulega bara að skora sjálfur en Já. Alexander gerir þó vel í markinu og hann vill svo ekki betur til en það að það er beint út á kollina á Elvar Árna sem það raunir ekki gera neitt. Nei. Hann klikkar ekki á því. Og gerði ekki neitt, bara boltinn í hausinn á honum inn og hann fagnaði ekki svona. En Þetta er góð byrjun á seinni hálfleikum. Við erum komið með hotið hérna aftur. mjög góð byrjun, það er allt annað líf í leikmönnum KF heldur en það var í fyrra leik.
falla á þeim vel var Norr fallega hálfleikur hérna. Já, ég eftir að Túfa hefði verið ánægður með spilamennskuna hér á leik. Það er Grímsi sem er komið með fyrrlabandi hérna af Guðmanni með spyrnuna. Finnur hann ekki bara þenni. Boltinn út til hægri á Hrannar sem finnur Elvar Árna með fyrirgjöf og Ásgeir með skalla rétt yfir. Fínasta tilraun. Fínasta fyrirgjöf og ágætur skalli. Borðin hafa snúist við hérna í dómaratöðinu. Völsóknin alveg láta Bjarna heyra það sem er fínt. Við viljum hafa það þannig. Já, þeim er endur að halda þessu áfram. Já, það vona gámen. Það hefði verið talað við á hálfleik að fara einmitt sér í sínuleik. Já, Daniel hérna skallar hann upp í loft. Guðmundur Óli gerir vel. Tekur hann niður í miðjuhringnum. Finnur Elvar með sendingu út. Ágústin aðeins bak við hann. Hann nær honum þó. Steinþór gerir vel að vinna boltann af Ágústi. Tilbaka á Rækó. Hætti fær hann Finnur hérna Ólafur Aron. Danni á Steinþór. Hrannar á Daniel reynir hérna sendingu aðeins og erfiða, aðeins og krefandi fyrir Hrannar. Sissi gerir vel, Hrannar gerir frábærlega nær boltanum á honum, lannar haldur minna, já. Og þetta er bara skot, eða ekki? Jú. Þetta er bara skjátt sem skot, ég held að... Aldrei fyrirgjöf. Nei, Hrannar er ekki frægur fyrir að senda fyrir úr þessari stöðu. Káum er núna hérna í góðri pressu. Launa Völsunguna Lambi grá frá fyrirháleik. Ágúst kemur hann upp. Þetta er Elvar fá hann. Guðmundur Óli með létta sinni, Finnur Berg. Bergur á Elvar. Elvar með fína fyrirgjöf vinstri, Haddi skall alltaf burtu, beint á Bjarka. Bjarki finnur Guðmund Óla. Guðmund Óla spilar hérna reyna að spila 1-2 með Rúnari en... Já, þetta var... Ég sá ekki alveg hvað hann dæmdi þarna. Nei, hann lítur að hafa dæmt á bakhreytingu því að Rúnar datt. Já. En... Já, lítið var það held ég. Það er aukaspyrna. 17,5 metra frá markinu. Beint á móti markinu. Það er ekki oft sem maður sér aukaspyrna á þessum stað. Nei. Ótrúlega hvað eru venjulega annarkvort stíl hægri eða vinstri. Já. Og ef það er beint á móti markinu þá er það utar. Bjarni skipaði vegginn aftar. Ef spyrnan verður tekinn á D-boganum þá ætti veggurinn að vera á vítapunktinum. Veggurinn er á nálægt. Guðmundur Óli sett hann í miðan bara. Góð starffræði hjá þér. Já, góð og einföld starffræði. En hérna breyka Káamenn, Ásgeir er komið með hann. Setur út á Grímsa. Grímsi í kapphlaupi, já, hefur betur en Halldór. 1-1, 2 skæri og skemmtilegt move þarna tók Halldór alveg reyndist svo fyrirgefinn. Völsungurinn komið sér burtu. Hér var hérna Grímsi með boltann, Steinþór leikur inn fyrir á Ásgeir sem var ekki að rángstæður en kærleyslega gert hjá Ásgeiri. Ég veit ekki hvort hann haldið að væri fyrir hérna. Eins og hann hefði gert ráð fyrir því. Kámen slækka hans á í pressunni og Völlandinn á að byggja upp sóknina. Elvar, Finnur Berg, Ásgeir með flotta pressu. Aron mættur. Pressan er frábær þegar Ásgeir er inn og hann er ægilega góður og lunginn í það að pressa varnarmenn. Það er ekki til svo varnarmaður í heiminum sem fær fyrir honum. Nei, það er ekki gaman að varnarmaður þegar Ásgeir er á móti þér. Alls ekki. Steinþór hvernig komið með hann, Steinþór finnur Daniel á Aron
Grímsey skiptir hann til hægri á bróður sinn. Hrannar tekur hann niður og sem aldrei gett undan að. Tekur skæri, skeytir hann með vinstri. Einu fyrirgjöf en Sissi kemur boltanum Brjáur. Hrannar meikast, finnur hérna Elvar á annan tegnum. Elvar er nauðsterkur. Kemur undan Steinþór fyrirgjöf með vinstri. Já. Reynt að öskra á dómarinn og fara aukaspyrnu. Kallar maður að panta aukaspyrnuna. Já. Bjarni sér eitthvað athugavert við framkvæmdina á þessari aukaspyrnu. Kannski fá þetta aftar. Alexander tekur hana hérna langt upp með völlinn, Brynjar með þarna allt á hreinu, senda hann tilbaka á Rækó sem er salírólegur og setur hann út á Hjörvar. Já, Elvar komið svona bolta hérna, finnur Steinþór núna bara beinlega að markinu. Eða hvað, nei, setur hann á vinstri, setur hann á hægri. Aðeins og mikið getur hann að. Maður bara vilja sjá hann fara beint inn. Já, hann á að geta tekið Ágúst á hraðanum. Hrannar finnur Steinþór fram aftur. Kemur með frábæran bolta á Ásgeir en Ásgeir er réttilega dæmdur ástæður. Frábær bolti Hrannar hérna. En Geiri aðeins of æstur ætti kannski vonaði að boltinn kemur fyrst út á kant á hann kemur fyrir. Alexander spýtur hann myndan aftur. Það er Daniel sem skallar hann reynda beint á Bjarka. Bjarki tekur Aron á. Ekki dæmt. Aron missir hann aftur hérna. Bjarki komið með Bjarki, leynir fyrirgjöfin. Daniel gerir vel. Bjarki komið inn á vinstri kantinn. Tjóð á snudda, hægri yfir á Elvar inn á teig. Elvar finnur Bergum með flotta fyrirgjöf. Elvar komið inn á vel tilbaka. Núna geta Kámi brekka rætt. Grímsey setur hann hérna á Steinþór að reynir. Nærði ekki. Það hefur brotið á Grímsa. Já, við sáum brotið en þetta var svona hann leiði leiknum full lengi að halda áfram á mér. Áður hann dæmdi það. Þetta var ekki til að minnka óánægjuna hjá Völsungunum. Hefði hugsanlega bara getað flautað þetta leið á Völsungur snerti boltann á hann. Já. Við höldum áfram, Brynjar er ekki komin inn á. Völsungarnir er konum með aðsettum með pressu eins og náðu í fyrirhálfleiknum en Kámi leysa þetta vel. Hjörvar er kominn hérna upp. Hjörvar er kominn í fínt skot fyrir lætur hann vaða. Já. Allt í lagi að skjóta þessu færi. Allt í góðu. Góður sprettur hjá honum, vel uppspilað hjá Káa. Steinþór með gott hlaup hérna, ógulega. Alexander með skemmtilega spilnu hérna, beint á Bjarka en Bjarki ekki alveg á tónum, missar hann frá sér. Steinþór er kominn hérna með hægri kantinn. Finnur Ásgeir. Ásgeir með boltan niðri en slakur bolti beint á Sissa. Guðmundur fer hann með henni. Reynir að skipta honum inn á Ólaf vel. Boltinn aðeins og langur. Yfir á Brynjar. Brynjar Daniel. Brynjar finnur Aron á Grímsa. Grímsi tekur á hérna 2 á. Það er svo tekið niður í útastæl.
Grímsey tekur það snöggt, finnur Elvar Árna, hann restaður. Elvar Árni komið með boltann inn teig, setur undir Hjörvar. Hjörvar reynir fyrir gjöf, en Halldór hoppar þarna fyrir hana. Halldór komið með boltann. Völsungur með langa bolta fram sem beint er að gó. Rannar kemur til boltan tilbaka á Vingaringa. Þessi sleikir loftið. Já. Dómarleiksins gerðu vilja að sjá þetta, eða heyra þetta. Og Bergur með fyrirgjöfina. Halldór kemur í burt, en dæmd aukaspyrna á sóknarleikmenn Völsungs. KM gerðu 3 breytingar í hálfleik sem þýðir það að þeir geta skipt inn öllum 4 varamönnum sínum sem eftir eru. Það er aðeins leyfilegt að gera 4 breytingar í seinni hálfleik. Það gerist margar og vilt í fyrri og í hálfleik. Hérna er Rúnar komið með boltann. Nei, Haddi gerir vel. Sýnist á Hadda hann sé ekki í stuði fyrir neinn vellingatök í dag. Nei. Hann hefur kannski haldið að það yrði eitthvað rólegra, en hann er laglega búinn að spýta lófana og er búinn að gefa ekki þumlung eftir. Hann er bara mjög flottur í þessum leik, Haddi. Aðeins meira að gera núna heldur en síðast. Já, þannig að þetta er bara jákvæmt að láta reyna á hann sem fyrst. Frábært hjá Steinþóri, finnur Ásgeir og Elvar, færir hann aftur. En Ásgeir ángstæður. 6-0 í rángstöðum, Andri. Já, það er hans í magnað. Það er magnað. Yfirleitt það er svoleiðist á eftir það að sýna yfirbyrðið annars liðsins, en það er kannski ekki búið að vera neilir svakalega yfirbyrðir allan leikinn. Þótt vissulega við séum búin að vera talsvert sterkari í seinni hálfleik. Já, fyrir orðum bara jafnræði og... Já. Langur bolti, Brynjar Ingi gerir vel, hefur betur en Bergur. Bjarki komið með hann. Bjarki, Haddi. Það er Ólafur hérna á hægri kantinum. En nafnið hans Ólafur Aron gerir vel. Nei. Þarna hefði hagnaður mót koma, en bolti var nú í miður loftinu þegar hann dæmdi, þannig að kannski gat hann ekki séð fyrir hvað myndi gerast. Það var erfiðara þá, en... Sveinn aðstoðardómari flaggar hérna aukaspyrnu og Bjarni dæmir. Það er lítið út af þetta setja. Bjarni hérna tala við Grímsa aðeins. Óþarfur sem Grímsa að vera að æsa sig yfir. Já, sérstaklega sem seinni hálfleikurinn var flottur. Við erum búin að einbeita okkur að okkar leik. Þurfum að halda því áfram. Haddi. Finnur Aron tilbaka að rækja upp. Völsungur inn í pressu sem KM mun leysa. Steinþór setur hann inn á Grímsa. Grímsi fer út á Berg, lappar fram hjá honum, setur boltann út. Það er Danni. Nei, það er Elvar Árni. Danni setur hann bara í Elvar Árni. Hvað er að gerast? Herru, það er þrenna í Ölla. 4 mörk í síðasta leik og 3 núna. Reyndar ekki þurft að hafa mikið fyrir þessum 2 í síðustu þessu leik. Nei, alls ekki. En þetta var virkilega góð stóðsending hjá Danna. Sjáum þetta að Grímsi lappar hérna fram hjá leikmanni Völsungs, setur hann út á Danna. Danni skopum vinstri sem... Já, bara... Ég held nú reyndar að þetta hefur verið sending hjá Danna. Já, þú heldur það? Já, leifa Ella að fá þrennu. Við skulum gera það. Já. En... Þetta var nú ekki það slagt skot. Elvar reyndar klárar þetta vel. Hann hérna þurfti aðeins að snúa upp á öklan á sér til að þessi bolti endaði markinu. Það gera hann fagmannlega. Algjörlega búinn að skora 7 af 8 mörkum KA í þessu móti. Já,
Nei, 7 af 9 mörgum. Já, það er vist orðið 4-1. Já. Steinþór og Daniel með hinn 2. Já. Spurning að gefa hann strax bara kjötköruna fyrir markahæsta leikmanninn. Hérna er boltinn fyrir Freyþór undan honum, setur hann tengihæst. Það er vist hversu góð leið. En það er fréttir af St. James Park, Newcastle lendur undir. Það eru óvæntar fréttir. Það eru óvæntar fréttir fyrir einhverja en ekki mig. Já, samt ánægður með fælóðun inn á. Já. Hann var sko setja 3. Elvar Árni heldur uppi heiðri Newcastle-manna með þrennunni sinni. Spurning við kíkjum aftur á þessi tilþrifinu í Vela. Það var gaman að sjá þau svona, þetta var... Já, með hann Hrannar með sendinguna inn fyrir á Ella og hann með skot. Það var út í teginn og Aron er mættur og hann hlýtur að skora. Já, já. Aron skoraði og ég mistaði. Já. Fóra vardamanni. Og Guðmundur Óli fær gult spjald. Staðan honum 5 hérna. Elli með stóðsningu. Elvar Árni með frábæra stóðsningu hérna. Notaði markmann sem batta og... Staðan honum 5-1 og... Málsökundunum missa hausinn hérna. Já, Geir hérna með skallan og... Það munur ekki litla allir komast í hann en síðan kemur hann burtu upp. Það voru skotnar eru orðnir að pyrra núna á Steinþór. Ég er nú ekki viss þessar ánstöður enda. Nei, Steinþór er líka ekki ánægð með þetta. Spurning hvort það valdi sig aðeins sinni til með vörsökunum núna. En þetta er nú hættulegt hérna hjá okkar mönnum og Bjarki með skot á varnarmanni eftir í markið. Já, mótspyrna sem Völurarnir eiga. Fín mótspyrna hérna, Brynjar stekkur hæsinn loft upp og skattar til burtu. Og allt opinn fyrir Steinþór. Grímsi 2 á 1 hérna, finnur Steinþór er komin einn í gegn. Reynir aftur á vinstarlöpina, finnur Ásgeir lætur verja frá sér. Steinþór Gjafmildur hérna og Ásgeir verið að klára þetta. Já, frábælega gert til Steinþór en hann hefði hugsanlega mátt klára þetta sjálfur bara. Sjáum hérna Steinþór er komin í gegn. Hann er skott fyrir hægri, setur hann vinstri. Þarna á hann að klára með vinstri en gerir þetta þó mjög vel. Alvarsundur gerir vel í markinu. Völsungur. Þreföld skipting eða? Já, þreföld skipting á Völsung. Það er Bergur Jómundsson sem fyrir út. Þeir bræður ekki, 24, 20... Jú, Rúnar Ágúst. Mikið rétt. Inn koma Arnar Pálmi Kristjánsson hérna í vinstri bakvörðinn. Daniel Már Hreiðarsson sem fer hérna á vinstri kantinn. Og Það er Steinþór nú hlýtur hann að skora. Nei. Ætla að setja hann á milli fóta hana.
Alexander að sjá til þessi leikur aðeins 5-1. Skulum kíkja þetta aftur. Elvar gerir hérna mjög vel setjunum inn á Steinþór. Ætlar að reyna að kloppa Alexander en Alexander lokar því bara. Já, það hérna Rafnar Máni sem kemur svo hérna fram hjá Völsungum. Káma konar aftur boltan. Já, þessi er mér konar allt annað. Þetta fyrir að fljótur hugsa á Steinþór konið gegn og já, þessi með rétti markið. Það virðist einhver uppgjöf hérna hjá Völsung. Það er núna 6-1. Skulum kíkja þennan aftur. Grímsi fær auksminn, hann tekur hann snöggt. Finnur Steinþór. Ákveður að leggja hann ekki til hliðar eða Nei. Fyrir ferðina. Þarna sett hann bara í nær. Það er 20 mínútur eftir að þessu. Allir vindur farin úr Músíkingum. Yfir á bróður sem að missi boltan til bróður síns. Já. Bræðraslagur. Já, Grímsi kom með hann aftur. Missa hann aftur. Elvar kom með 1 mark í dag. En mágur hans Elvar Árni með 3. Elvar bróðir Rögnu Baldvins. Já, bara þannig. Það er aukaspyrna hérna á Stórhættunum stað. Vítateigshorninu hægra megin. Ekki Ólafur sem að tekur hana. Það er Ólafur Jóhann sem ætlar að líklega að skjóta hérna með vinstri. Jú, aftur þetta beint í vegginn. Hvort þetta var eitthvað sálfræði trikk að stilla þarna Hrannar og Grímsa upp á mótornum í veggnum. Gæti verið eitthvað svoleiðis. Er það fjórfóldskipting á okkur? Já. Kannski ferði við skiptingarnar, Andri. Já, Steinþór, Elli, Grímsi og Hjörvar að koma út af. Og innanfyrir þá eru að koma angatilmanni Birgir Baldursson sem fæddur 2001. Já, spila sér fyrsta... Já, er þetta ekki fyrsti meistaraflokksleikurinn hans? Fyrsti meistaraflokksleikur. Já. Svo erum við með Frosta Brynjóls og Okkar Sölva sem að koma líka inn á. Hatti sem tekur við bandinu. Já. Frosti til að reyna að fá það. Hatti skiptur meður á Hrannar. Men með Brynjar þetta gerir vel á þessari sendingu og kemur hann meður á Hatta. Frosti komið með hann og finnur Bigga hérna. Biggi bara strax komin á full, en það sendi ekki nóg nákvæm. Já, Njúksleif var hérna. Já. 1-1 á St. James Park. Fögnu því, Stjörnur Sölvi, eða?
ekki með markaskóran eins og en kemur eftir. Birgir hérna missir boltan. Og hér nú... Já, fljótur nær sér ykkur spjöld. Tók hann ekki langa tíma að fá gult spjöld, kannski óþarfi hjá Bjarna, þess að myndist Biggi hafa dottið hérna bara á leikmann Völsungs. En spjald það og... Hann mættur í fighting. Þetta hann ekki. Já, maður á stimpla sinn. Saman hvernig það gert. Guðmundur Óli með spyrnu, tekur hérna langa upp í horn þar sem Bjarki og Aron í eltingaleik. Bjarki vinnur hornið. Áspilna frá Ólafi. Rækko kallar en Völsungur á undan honum. Já, Áki. Nei, angandi Máni. Var það. Vinnur engast. Fyrir eitthvað unglið inn á hjá Gáð núna. Markmann okkar sér til þess að meðalaldurinn í 30. Já. Haddi finnur hérna Ólafur Aron. Haddi tekur 90 mínútur í dag, það er jákvæmt. Frábær bolti hjá Ólafur Aron. Ángatíma hann gerir vel það. Ég var ekki sammála þessu. Nei. Hann var einfaldlega bara sneggur og koma sér fram fyrir. Það var engin Völsungur að biðja neitt. En Bjarni dæmir, það er bara að verða. Boltan út að innkast, Völsungur á innkast. Frosti kemur til boltan, vinnar tilbaka Hadda. Haddi gerir mjög vel, gríðarlega yfirvara á boltan. Finnur Aron, það eru hérna 4 á 4 í fremstu línu, þeir koma nú bara inn fyrir. Danli með misstandasendingu á Hrannar, en Hrannar gerir vel. Angandi leitar sendingun á Hrannar en... Angandi fær brotið. Já. Sé það hérna í augunum á Hadda, honum dauðlangar að skora á móti sínum, móti uppeldisfélaginu. Já, það var nú gaman að sjá hann setja upp. Fínt að opna markareikinn sem veist. Þannig hérna með frekar slagan bolta. En Ólafur er komin í skot. Já, ég hef nú oft séð Aron gera betur en það. Já, það er svo sem mikið til í því. Reynir annar skotum vinstri sem fer bara beint upp í loft. Biggi gerir vel. Vinnur hann á Ólafi skallabolta. Káminn í flottri pressu. Aron vinnur boltan. Ángatýr hann laumur sig undir. Hársbeitt hann á boltan. Já, Brynjar Ingi kemur hann burt á Bjarka. Bjarki tilbaka á Alexander í markinu. Alexander finnur Sisa sem vinnur Bjarka. Bjarki eftir að Sisa. Káminn ákvað að pressa ekki. Það er í pressu en þetta var aðeins auðvelt fyrir Guðmund Óla. Kemur undir Sisa. Þetta gerir Ángatýr málið mjög vel. Hún kom bara einn í gegn. Hann verður að bruna beint á markið. Því hvað hann er að hugsa. Og þetta er bara... Guðmundur Óli bara... Guðmundur Óli ítir í bakki á honum. Ítir þetta greinilega í bakki. Þetta er eiginlega... Þetta hefði náttúrulega getað fyrir augljóslega. Og ég held að Guðmundur Óli hefði verið mest hissa á að það hefði glemt. En það er bara... Stúkan ekki til orð. Nei. En hvorki Gjalli né Valdimar Pálsson sem var í beinni línu við þetta sá þetta. Og það var Ásgeir sloppinn í gegn. Hér skorar hann. Ásgeir gerir þetta frábærlega.
það var ágætt tími með setninguna á hann. Já, sjáum hérna Ásgeir sleppi í gegn og klárar þetta bara mjög auðvitað í nær. 7-1. Sjö þetta. En þá 10 mínútur eftir. Skulum kíkja hérna á atvikið á hann þegar Angantýr sleppur í gegn. Þetta er eiginlega kostulegt. Guðmundur Óli, það er bara báðar hendur á bakið og niður skalan. Sjáum hann að Guðmundur Óli var mjög hissa á að það er ekkert enda á það. Hann var bara að taka sénsið að Alexander myndi verja vítaspyrnu. Já. Það sem það er víst ekki rautt í dag. Jú, reyndar samkvæmt reglum hefði þetta verið rautt. Ef þú ert að reyna það? Já, brota, já. Ég hefði ekki viljað henda honum út á dómaranum. Samkvæmt reglum átti þetta að vera vítarautt. En við fengum markið og Guðmundur Óli helst inn á hann að þetta kannski blessaðist allt. Heilsugöndur hérna byggja upp spil, þetta er vel gert hjá þeim. Elvar út á Dóra. Dóri reynir hérna að taka manna á en Biggi gerir vel. Þetta er ótrúlega Biggi. Biggi mættur. Yngstar rauðurflokki. 17 á næstum maður. Já. Hann gjöld í verkefni núna fyrir áramótin. Jú, fyrir áramót var hann og núna er hann á standby lista hjá næsta verkefni. Sjáum hérna leikmenn Dalvíkur Einarsdal í eitt upp hérna í hóðninu. Þeir eru eiga grannaslag á móti KF. Það er leikur. Það er einhver leikur. Það er einhverjinn og KF lánsmenn í KF sá ég, þannig að fyrir þá sem hafa lítið að gera fyrir afmælishátíðina geta kíkt á þann leik, margir KF-menn að spila. Hann er í beinni á KDN TV. Já. Knattspyrnudómari Norðurlands er að halda þetta mót og er að gera einkar vel með umfjöllun leikina og sýnir alla þá leiki sem við sýnum ekki, beint. Það virkir vel að þessu staði hjá þeim. Þannig að ég mæli með að fólk fari á finni KDN TV á YouTube og subscribe það og kíkja á leikina. Getum líka sérstaklega lofa því að liðina Slóbor spila skemmtilega fótbolta. Já, liðina Slóbor er frægt fyrir það. Og okkar 5. besti Atli Fannar byrja vist í vinstri bakvörð, hérna fyrirgjöf frábær, fyrirgjöf fjárhannari með vinstri í þetta skiptið. Já, 5. besti Atli Fannar. Finnur Geira sem sjáum þetta, Fannar með frábæra fyrirgjöf, Geiri með skalla í slána. Angantýr strax mættur aftur í baráttunni hérna en þetta er maður spilna. Angantýr að koma með fínt líf inn í þetta. Það er ekki gaman fyrir Völsungana að vera þreyttir og fá svo þessa spræku menn hérna í framlínuna. Þeir eru ekki hægir, beint hægir. Ekki beint hægir og, nei, ekki beint hægir og geta flestir hlaupið held ég alla helgina bara. Ég held með þess að Völsungarnir hefði gerir sem vilja mæta þeim þótt að þeir voru ferskir. Það er Áki Kóin. Áki Kóin í færi. Leggur hann á. Leggur hann á Ólar Aron með skotnum vinstri framhjá. Ólar Aron pirraði við sjálfum hérna enda á jafn góður skotmaður hann að gera betur. Algjörlega. Mús og Lyklaborg þessi að fara inn. Já, hún líður best þar. Svo við segja það? Já. Þetta er kvót sem við erum held ég að skrifa niður og eiga. En gáum við konum bóltan aftur. Biggi finnur Aron tilbaka á Hadda. Frábært fyrir þetta unga kálið af Hadda bak við sig til að
stýra á stjórna. Hrannar, leggur niður á fullt af Danni mönnum með í flott hlaup en Guðmundur gerir vel í að... Þessi var bara hálfspill þegar ég drepp hallaðinn upp í blaðmannstöku. Og það ekki búið að þurrka af þessu. Þetta einhver 3-4 kíló ryki niður á rörnum. Bóginn að vera hvað 20 ára og svoleiðis og það ekki búið að þurrka af. Þessi loftestur öri. Enda kannski ekki verið þörf fyrir hún. Baldur náði þessu mynd eða? Nei, Baldur náði ekki að mynd þegar að... Duttu flexum. Það var að gera vel, en það er hotnina sem Völsungur fá. Hotnina Ólafur Jónsson tekur að. Boltinn kemur hérna vel á fjær þar sem Haddi skallar hann, hefði ekki látið hann fara bara aftur fyrir hann og einn hann. Guðmundur komið bara hendur undir. Setur nú til hægri á Ólaf á Bjarka. Vel spilað á Völsungurum. Já, Birgir kemur yfir fyrir þessa sendingu. Hérna út hafi innkast. 5 mínútur eftir að velja leiktíma. Staðan 7-1. Hvort það var það ekki bara lokatölur hjá þessum liðum í æfingarleik fyrir áramót? Jú, gott að það var ekki svo. Hvort það hafi ekki verið 7-1. Og ekki ólíklegt að þetta endi bara eins. Áki Sölvar reyndar hefur ekki oft stigið inn á fótboltavöll án þess að skora. Hann á eftir að skora í dag. Já, þarna... Geiri bara... Nei, Geiri með eina hræðilega tilraun. Þetta áttu víst að fara yfir markmanninn. Já, markmann er komið langt út en Geiri hefur nú líka getað bara farið lengra. Þannig að þið voru held ég 3 á 2 þarna. Alexander gerir sig kláran að spilna frá markinu. Það er Bjarki bara einn og skallar þetta mjög öll. Niður á Rafnar missir reyndar, Ólafur hann gerir vel en Guðmundur kemst inn í. Byrjar ekki með flotta vörn hann. Bjarki kominn aftur. Angatíð gerir þetta mjög vel. Það hlýtur bara að auka Nei, Bjarki krækir lúmst greinilega. Já. Í Angatíð. Það er langt síðan Bjarni dæmdi eitthvað síðast. Brynjar Ingi gerir þetta mjög vel. Brynjar Ingi rólegur yfir eins og Davíð Rúnar bróðir sinn. Þetta er í genunum. Gin and jeans. Skinny jeans. Það var hérna Guðmundur Óli. Auglýsing í beinni. Kom með bara boltan. Reynir að setja hérna inn fyrir en Haddi. Skallar hann og Frimmi með hættulega sendingu í baka en. Rækko er ekki sofnaður í markinu þá. Nei. Það sé nú vel að samt lús í þess hef ég heyrt en... Ég veit það þessum tíma. Já. Það sé ekki að fara dett í það 5 leiti þannig að... Það var Danni hérna með Hrannar og Geira í hlaupinu. Alexander hikar eitthvað en ákvað svo kom út á móti og setur til innkast. Fínn bolti hjá Danna. Ég held að Kámen eigi enn 1 mark í sér. Geiri með hennar vinstri. Frábær hugmynd hjá Geira en Frosti var bara ekki mættur. Hann var ekki tilbúinn í þetta. Alexander með markspyrnu. Já, hann er Danni mættur. Þakklátt af Völsungun að fá aftur frían skalla. Danni hörkubarðan á Svo kvöldu sólatælgjarna hjá Elvari á Aron og við fáum augnspyrnuna á miðvellinum. Aron
Þennan Danna. Brynjar Ingi. Finnst ekki lesa að koma með langan. Alexander er búinn að eiga frábæran leik hérna í markinu. Hraða á honum. Þótt hann sé búinn að fá þessi 5 mörk. Það var búinn að koma í veg fyrir nokkuð líka. Já. Og Ásgeir setur henni út á gullkálvan Gary Neville Hrannar. Mjög líkir á velli. Mjög líkir. Og í kjæftunum. Ekki helst þar. Og Frosti finnur Aron. Ánga til bara gal opinn hérna en það var rangstæður, hlaut að vera. Enn einn rangstæðan á KM-menn. Konur 8 eða 9. Gegn Engri. Gegn Engri, já. Alexander spilnir hérna boltanum bara beint út af. Hatti finnur Danni tilbaka á Rækó. Rannar tekið niður hérna. Rannar með fína bolta hérna yfir á Frosta. Frosti ekki búinn að komast mikið í taktarleikinn. Nei. Það er leikur kannski búinn að vera mest megnist frá hérna hægra megin. Það er ekki mikið farið upp þeim megin sem Seinna hálfleik, já. Það er alveg rétt. En Frosti ákveður að taka hérna öll touchin sem hann á inni. Gerir þetta fínt, kemur boltinn tilbaka í vörnina. Allir farin upp hjá Káa, þeir bara 2 og 2 tilbaka. Vilja greinilega bæta áttunarmarkinu við. Já, ég er ekki vissum að Túfa sé hrifinn af þessu reyndar. 12. staðan sé 7-1. Þar sem hann vil alltaf fá sem minnsta mörkum á sig. En Geir hérna með frábært, hvað er það gerðist þarna eiginlega. Það er spurning. Eigum við þetta? Ásgeir hérna með frábært skot í slána niður og Ángatýr Máni á að gera betur hérna ekki, en Jú, hann er ekki krafti í skapað. nei, boltinn endur út í horni. Frábært tilraun hjá Ásgeir hérna. 90 mínútur konur á klukkuna, 91. Þannig með Mjög furðulegt tóttan af, en boltinn beint fyrir fætur Ángatýr sem setur hann hérna. Og Þar er Ólafur. Þetta er Hallgrímur Jónasson, já. Já. Það er bara svoleiðis. Við vorum nú kallað eftir hérna á. Já. Hann virkilega vildi skora í dag. Síðast hann skoraði mark, það var hælspyrnumark á móti Portugal. Með Íslandsmeistarinn. Já. Svona cirka. Ætti nú klálega fallegra. Hann þurfti að hafa minna fyrirliðsallana og það er flaut til leiks í þeim töluðum orðum. Loka. Flauta til lokaleiks, já. Takk fyrir það. Við skulum sjá hérna markið við Hatti aftur. 8. markið. Boltinn Besson til Ángatýr sem á, já, bara þessa fínu sendingu. Hann er alveg. Og Hatta sem bara leggur hann í markið, opið markið. 8-1 staðan. Mjög furðulegur leik, Andri Freyr. Mjög furðulegur leik. Já, það má segja það. Hörkuleikur í fyrirháleik, en í seinni hálfleik var bara eitt lið á vellinum og dró mikið af völsungunum þegar Káa fór að skora. Við máttum alveg vona því að völsungunum myndu ekki geta haldið þessari pressu allan leikinn og myndu reyna á þá. En KM sýndu hvað sér megninu eftir að völsungur jöfnuðu. Já, algjörlega. Þetta Endaði- geta þær og Endaði mjög öruggum 8-1 sigri. já. Elvar átni með 3 er það ekki? Róðni 3, Steinþór 2, Ólafur Aron, Hallgrímur og Geiri. Geiri. Já. Segjum þetta gott í bili. Næsti leikur hjá KA er næsta laugardag. Hvað er það? Tindastóll á? Tindastóll næsta leik, já. Laugardag kl. 3 líklega. Ég og Andri þökkum fyrir okkur hérna og þökkum Baldri kærlega fyrir frábæra myndtöku eins og venjulega.
vonandi sjá þessi flesta bara KM á afmælishátíðinni í kvöld. Já. Þangað til næst.